eigandi þess, stofnaði 2009 og stóðborun heima. Við erum núna starfandi í 7 löndum í dag og hefur orðið ansi mikill vöxtur hjá okkur. Þannig að þó að margir hafa örugglega séð þetta ekki margir greiðlega með matinguna, en nýtt líf ekki, ég ekki að fara að gefa ykkur nýtt líf með að selja ykkur Herbalife eða annað, heldur ætla ég að tala frekar nýtt líf raftækja. Og við hefð þess að raftæki, eins og við hérna erum inn í UT-messunni, að þá erum við að sjá mjög mikið að nýrri tækni, hvort þessi þrívít eða öðnum forritun og þess og þar, og alltaf þurfum að hafa tækin sjálf til þess að geta forrita með, sem þýðir það að með þá nýju tækjunum erum við með ansi mikið á gömlum tækjum sem enginn veit hvað verður Ég efast að margir viti nákvæmlega hvað varð gamla símann sem að einhvern tímann var settur inn í einhverja skúffu eða gömlu fartöluna sem að einhvern tímann var sett niður í geymslu og síðan bara búið að gleyma því. Nú, það sem við sérum okkur í endurnýting og endurvinnsla á þessum gömlu ónýtu raftækjum. Og það alveg ótrúlega hvað mikið magn að koma á hverju ári. Og þetta ákveðið samfélagsvandamál sem hefur ekki bara eingöngu áhrif á vestræna heiminn, heldur líka allan afganginn af heiminum og þá sérstaklega þróunarríkin, vegna þess að allt sem að við hættum að nota, það lendir oftast í 70–80% tilvika í þessum þróunarríkjum sem rusl. Og það sem við erum að reyna að gera hér með þessari breytingu að reyna að taka þessi tæki og gefa þeim þá annað líf, sem sagt í raun og veru eins og fyrirlesturinn segir, nýtt líf. Og það kannski munurinn á því sem við gerum gagnvart öðrum endurvinnslufyrirtækjum að við reynum að gera við tækin. Og það það sem oft getur gerst að þú ert með tæki sem kannski hefur bara brotinn skjá eða það kannski bara einhver takki sem bilaður og þá því hent vegna þess að viðgerðarkostnaðurinn of hár eða eins og við höfum oft hérna á Íslandi þá það þannig að ef það kostar 20.000 krónur að gera við tækið þá hugsar Íslendingurinn, ég fæ 20.000 krónur afslátt á nýju tæki. Og það svona hugafar sem mjög víðbreytt og hefur verið að breiðast út að í staðinn fyrir að gera við gamla tækið að þá hægt að kaupa nýtt tæki með einhverjum nýjum fítusum, með nýjum forritum og þess að þar. Og það sem kannski gleymist í þessur umræðu einmitt það að allar það náttúruauðlindir sem fara í þá að búa til nýja tækið. Og þar enn og aftur komum við að þá aftur því áhrifum sem hafa á þróunarríkin að málmar og auðlindir sem eru notaðar til að búa til þetta tæki sem þið hafið í höndunum að það kemur mest frá þessum þróunarríkjum. Og nefna má til dæmis eins og gæðamálm og annað sem inn í þessum tækjum, að þeir eru ofta að koma frá mjög stríðshjáðnum svæðum, sérstaklega þá til dæmis eins og Kongó og Mið-Afríkulýðveldinu, þar sem að stríðsherrar að nota til þess að fjármagna jafnvel vopnakaup. Þannig að ég ætla nú ekki að fara að láta ykkur líða illa með að hafa þetta tæki í vasanum ykkar og drepa ykkur alveg með því með samviskubiti, en því miður þá það oft þannig að þegar þú tekur þetta sem heildarmynd af öllu samfélaginu, að þá þarf allavega að ræða þetta. Eins og ég segi, við byrjum hérna 2009 og við fengum góðar undirtektir, en því miður þá fengum við betur undirtektir erlendis heldur en hérna heima. Það virðist vera að þegar við hugsum umhverfismál, að þá hugsum við alltaf annarkvort Kárahnjúka eða Þjórsárver. En það sem við gleymum rosalega hugsum í umhverfismálum okkar nánastu umhverfi. Og það það sem fólk áttar sig ekkert á að með þessi smá raftæki eða þessi raftæki sem í heimilinu ykkar, þau innihalda mjög mikið af stórhættulegum efnum. Og til dæmis bara farsími sem í vasanum ykkar að ef hann fær að vera í vatni í ákveðan langan tíma, að þá getur hann mengað alltaf 250.000 lítra vatni þannig að þeir eru ódrykkjarhæfir. Og með það mikið þá til dæmis að kvikasilfurmagn og öðru. Og þetta eitthvað sem við erum ekkert að pæla í þegar við kannski erum með ónýta farsímann heim og við hendum kannski almennt sorp sem endar síðan á almennum ruslahaugum. Þannig að þetta svona kannski svona byrjunin sem við viljum reyna að gera að koma fyrsta stigið að koma þessu tækjum og þá mennta almenningum að það önnur leið heldur en að henda þeim beint í ruslið og það þá önnur leið að það að gefa þeim nýtt líf. Nú aðal viðskiptavin okkar sem við störfum með erlendis eru þá fjarskiptafélög og tryggingafélög sérstaklega vegna þess að oft þið hafi kannski lent í því að missa kannski símann ofan í klósettið eða af ákveðna hæð eða jafnvel stíu á hann, krakkarnir hafa setist ofan á hann eða þess og þar, þá komum við inn og reynum að bjarga tækinu eftir að viðgerðaraðilinn hefur sagt að það sé ekki hægt að gera það. Og til þess að koma aðeins að viðgerðaraðilum stutt að þá það þannig að oft það kannski þið kannið sjálfið það sem við lent í, að það sami aðili sem gerir við tæki ykkar og sem selur ykkur nýtt tæki. Þannig ef við tökum bara smá business 101
að þá hagnast meira á því að segja við þig, það betra fyrir að kaupa nýtt tæki heldur en gera við gamla tækið. Þannig að viðskiptaheiminum líka á móti þessu í það að hjálpar ekki til að segja alltaf vera að framleiða fleiri og fleiri ný tæki. Nú, við erum í raun og veru mjög lítið fyrirtæki í dag, við erum 12 manns í dag í 7 löndum, en förum stækkandi og reynum alltaf að grípa hvert einasta tækifæri. Margir hugsa líka kannski fyrst þess að hugsa býtu, en hvað þá með þessu gömlu tæki ef þau eru ekki með öllum nýjustu tækninni, þá virkilega hægt að endurnýta þau og virkilega markaður fyrir þau. Málið það að það eru nefnilega ekki allir jafn tæknióðir og þeir sem kannski eru inn á þessari sýningu og vilja alltaf fá það nýjasta. Það nefnilega til ótrúlegur markhópur sem vill kannski bara geta hringt og senda SMS. Og meiri segir verið að framleiða þannig tæki í dag sem oft eru dýrari heldur en sjálfur snjallsímanir. Þannig já, markaðurinn til staðar fyrir þann hóp. En það sem aðalega kannski skiptir grunnmáli í þessu það að hugsa alltaf fyrst þegar þú ert að kaupa nýtt raftæki með nýju tækninni og með nýju gadgetunum og öllu þessu, að hugsa hvað verður gamla. Og það skiptir rosalega miklu máli að þetta hugafar breytist pínu vegna þess að samkvæmt tölum frá Sameinuðu þjóðunum og þá erum við að tala á hverju einasta ári eru framleidd 50 milljón tonn af raftækjum. Og þetta eitthvað sem alltaf að aukast og það verið að tala aukningu 5–10% á ári á þessari tölu. Og þegar það gerist að við hugsun alltaf flöskur, við hugsum pappír og plast, en það eitthvað aldrei þessi umræða búin að eiga sér stað hvað verður þessi tæki sem jafnvel innihalda mun hættulega efni heldur pappír, plast og annað. Og við einmitt hérna með kynningu upp á efri hæðinni og þar getið þið viljið kíkja á og það getið séð einmitt mikið magn af gömlum tækjum sem hafa komið í gegnum okkur og þið getið þá jafnvel farið niður memory lane og séð að já, ég átti svona tæki og svona og ég átti bent á 5–6 tæki sem að þið hafið fundið og hafið átt og kíkt á það. En það sem mjög gaman líka að vita að þegar fólk að fara með tækin sjálfu viðgerð og segja það alls ekki hægt að gera við það, að þá finnum við leiðir til þess að gera við vegna þess að þá oft sagt að varahlutirnir séu svo dýrir. En við einfaldlega lítum á þetta þannig að raftæki ekkert annað heldur en legókubbar. Einhvern tímann voru þetta margir litlir hlutir og það að taka á aftur í sundur eða setja á aftur saman. Ef þið áttu hérna gamla sjóræningjaskipið eða sjóræningjaeyjuna eða hvað sem ég átti sjálfur sjóræningjaskipið en þá hendi maður ekki sjóræningjaskipinu þó að 2–3 kubbar af því hurfu. Maður frekar þá einmitt fann á einhver annar staðar og einhver öðru legó eða þess að þar og setta á saman. En það sem við viljum þá meina það að þegar við gerum þetta, að þá notum við bara alla legókubbuna frá öllum tækjum. Þannig að við finnum kannski heilan skjá hér og heilt móðuborð hér eða heilt takkaborð, þá getum við púslað saman í heilt tæki og komið þið áfram. Og það svona grunnurinn því sem við gerum og erum alltaf að reyna að bjarga sem flestum tækjum. En ég vil þakka fyrir frábæra mætingu og en ég ætla þá að bjóða þá næsta velkomin upp í punktu. Takk fyrir mig.